Það hásumar við Haffjarðará, miður júlí og sólin loksins í aðalhlutverki. Ríkidæmi íslenskra náttúru nú full þroskað. Jón Ingvar Pálsson og Karl Björnsson, báðir þrautreyndir leiðsögumenn við ána, að hefja veiðar. Karl setur saman Hardís Mögglerstöngina sem í 8 hlutum. Þetta einhenda, 9,5 fet og það fer lítið fyrir henni eins og nafnið bendir til. Jón Ingvar notar tvíhendu eða gamla vinnuhestin eins og hann kallar stöngina. Þeir Jón Ingvar og Kalli búa báðir yfir víðtækri reynslu sem laxveiðimenn. Í tæpa 2 áratugi hafa þeir verið leiðsögumenn við Haffjarðará og víðar. Fyrsti veiðistaðurinn Nesendi, þar sem áhrifamikil náttúran lætur engan ósnortinn. Mikil úðlegt hraunið á eystri bakkanum sú umgjörð sem hefur lyft Haffjarðará á stall með náttúruperlum þessa lands. En í raun áin mjög fjölbreytt og fyrir neðan þjóðveg tekur hún á sprett í niðurgröfnum farvegi sínum. Eldborg á Mýrum, óvenju formfagur gígur, kóróna þessa landslags og blasir við nánast hvar sem menn staddir við Haffjarðará. Gjallgígarnir ytri og syðri Rauðamelskúla þekkt kennileiti við ána og í raun má segja að ummerki eldsumbrota séu á báðar hendur hvert sem litið Haffjarðará austast á Snæfellsnesi. Hún án efa fengsælasta laxveiðáin sem tilheyrir nesinu og jafnframt ein sú vatnsmesta. Haffjarðará fellur úr Oddastaðavatni í Hnappadal með ós í Hafursfirði. Greið leið fyrir laxinn alla leið upp í vatn og engin laxastigi í ánni. Hraunið í námunda við Haffjarðará margfalt eldra en Íslandsbyggð og yngstu hraunin runnu 600 árum fyrir Kristburð eða fyrir 2600 árum. Rétt neðan við þjóðveginn vestur á Snæfellsnes veiðistaðurinn Nýjabrú, mjög gjöfull staður þegar fiskur í göngu. Ef þetta svona eins og venjulega þá ættu að geta tekið 2, 3, 4 með lagni. Stórstreymt, besti tíminn, júlí. Þannig að það ætti að koma mikið inn af fiskinum. Svartsýnir veiðimenn ekki til, en Jón Ingvar talar af reynslu. Nýjabrú mjög stór veiðistaður, en úti í miðri ánni veit Jón grjót sem lax leggst gjarnan við þegar hann hvílir sig á leið upp ána. Jón Ingvar sýnir hér Fransistúbuna. Í Haffjarðará aðeins veitt á flugu og eftir því sem næst verður komist þetta eina laxveiðiáin sem eitthvað kveður að þar sem bara veitt á flugu. Jón Ingvar fer mjög varlega. Hann þegar farinn að hugsa að taka annan og hann gerir því allt til að koma í veg fyrir að styggja torfuna. Þetta svolítið betur á honum. Stríðnislegt glott frá Kalla gefur til kynna að hann veit hvað klukkan slær. Þessi viðureign verður kláruð í hvelli ef hægt Grálúsur. Já, sem sagt ný gengin, en sníkjudýrið drefst fljótlega eftir að laxinn gengur í ferskt vatn. Skammt fyrir ofan Nýjubrú stendur elsta veiðihús landsins, Geiteyri, sem athafnamaðurinn Thor Jensen lét reisa í byrjun aldarinnar. Við skiptum svæði og förum nú á efsta veiðistaðinn,
Garðinn þar sem Haffjarðará fellur úr Oddastaðavatni. Í vatninu ágæt silungsveiði og oft kemur það fyrir að urriðinn tekur flugur laxveiðimanna og það misvel þegið. Garðurinn dregur nafn sitt af hleðslu sem Thor Jensen lét hlaða fyrir margt löngu til að koma í veg fyrir að laxinn gengi upp í vatn. Sú tilraun mistókst og var garðurinn rofinn að hluta. Kalli fer til veiða en Jón fer í skyldustörfin. Hvaða útbúnað ertu með? Þetta eru rauðspröttu, flögg og minkagildar. Ég mikið að minkja. Það dálítið, nei ekki mjög mikið. En það vont að hafa þessi kvikindi þannig að reynum að hreinsa þetta út svona. Tökum alltaf þó nokkra svona hverju ári. Það virka þannig að við setjum fiskinn hérna bara innarlega og spennum upp þetta lok hérna og járnteinn sem gengur hérna undir einhvern veginn svona. Teinninn hérna hann fer undir og heldur þessu uppi og fer svo hérna á þennan nagla. Þessi nagli hann gengur inn í lausa spýtu sem að minkurinn svo stígur ofan á þegar hann fer í ætið og þetta hérna járn verður að hvíla hérna ofan á til þess að loka. Lokast á eftir honum og hann fer ekkert út. Hvað gerið þið við þá þegar þið komið að þeim í gildruna? Það nú ekki nefnum eitt að velja, maður fer nú ekki með lúkunni í þá sko, þannig að við setjum hann bara hérna í vatnið. Það mikið af fiski við garðinn og því ofurlítil vonbrigði að hann tekur ekki. Oft gengur minkurinn í eftir 2 til 3 daga, en það nauðsynlegt að stemma stigu við útbreiðslu þessa grimma rándýrs sem í blindum blóðþorsta eyrir engu lífi. Það erfitt að slíta sig frá náttúrufegurðinni við efsta hluta Haffjarðarár, en skiptingin kallar. Við höldum á neðsta svæðið þar sem hinn margrómaði sauðhylur efstur á lista. Kalli tekur fram tvíhenduna og kastar á veiðistaðinn Litla Helga. Jón Ingvar skygnir sauðhyl á meðan. Fiskurinn að ganga og þá getur laxinn leynst víða. Hér áin breið og með tvíhendunni næst meiri yfirferð. Sauðhylurinn rétt fyrir neðan gríðarmikill hylur og hefur oft gefið ævintýralega veiði. Jón Ingvar hefur komið auga á laxa á hefðbundnum tökustað. Jón segir honum til af bjargbrúninni. Kalli með svarta fransistúbu undir sem hefur gefið vel eins og svo rauða. Kalli veit upp á hár hvar laxinn liggur eftir bendingar Jóns, en fyrst hann vildi ekki þá svörtu ómögulegt að segja hvort hann tekur þá rauðu. Já, ég skipti flugu vegna þess að hann vildi ekki svarta og það oft líklegt að hann tæki þá rauða eftir það. Þetta ekki hjátrú, hann bara, rauði fransinn hefur reynst mér betur í gegnum tíðina heldur en svo svarti.
Ofan af klettunum sér Jón Ingvar alla viðureignina og uppsker bendingar og táknmál sem ekki þarf að þýða. Ég hef lent í mjög skemmtilegri veiði í Sauðahylum. Það var fyrir 4-5 árum síðan sem ég var hérna með 2 Amerikana. Mættum hérna 7 á morgni og enduðum í 7 löxum þann morgunum. Og þetta er eiginlega með betri veiði sem ég hef lent í þessum hyl. Það var alltaf rauðan Francis. Það er ótrúlegt hversu bjartur laxinn er nýkominn úr sjó. Í sólinni er fiskurinn líkastur endurskinsmerki. Það er við hæfi að ljúka vaktinni á frjálsasvæðinu við veiðihúsið. Þetta er hinn svokallaði heimahylur eða lækjarós, gríðarlangur veiðistaður. Veiðihúsið á sér merka sögu. Athafnamaðurinn Thor Jensen byggði hús á eyrinni skömmu fyrir fyrri heimsstyrjöld, þegar hann hafði keypt upp jarðir við ána og eignast veiðiréttinn óskiptan. Fyrsta verk Thors var að friða ána algjörlega í 10 ár og náði laxastofninn sér þá á strik eftir mikla lægð, sem rakin var til skefjalausra netaveiða. Áin var í eigu Thorsara í 3 ættliði, þar til Páll Jónsson og Óttar Ingvarsson keyptu hana fyrir 10 árum. En það er kominn matur. Hléið er kærkomið og menn skiptast á upplýsingum og kasta mæðinni yfir kræsingum. Íslensk veiðihús eru mörg hver rekin eins og luxushótel. Flestir skiptum föt fyrir matinn. Það er ekki að spyrja því, það er 3-réttað. Forrétturinn er við hæfi, reyktur lax. Sögu Thorsaranna má bókstaflega drekka í sig í þessum húsakynnum. Árið 1944 setti ástfangið par nöfn sín á glugga og hálfri öld síðar standa þau enn. Ást athafnamannsins til náttúrunnar á sér líka minnismerki. Ein fyrsta seiðaeldisstöð á Íslandi var reist við Haffjarðará snemma á öldinni. Úr þessu lóni lét Thor Jensen sleppa kviðpokaseiðum. Uppspretta tryggði nægt vatn og jafnt hitastig. Skurður var grafinn langa leið, svo seiðin áttu greiðan aðgang að ánni. Það er góðs viti að sjá kríuna. Lúsin sem dettur af laxinum þegar hann gengur er salgæti í hennar augum og það er fiskur að ganga. Á neðsta svæðinu eru fjölmargir veiðistaðir sem gefa vel þegar laxinn er að skríða. Fáir þekkja þessa bletti betur en Jón Ingvar. Veiðistaðurinn Helgi er dæmigerður göngustaður og lætur ekki mikið yfir sér. Þetta er sakleysisleg röst, fremur grunn, en geymir iðulega fisk. Jafnvel krían sem oftast hefur allt á hornum sér staldrar við og finnur til samkenndar með veiðimanninum, bæði bíða eftir laxinum. Göngur hérna í þessari á eru mjög langar ef við tökum veiðitíman eins og hann er. Hér er fiskur að byrja að ganga mjög snemma eða tiltölulega snemma við kannski landshluta. Hann er að koma hér síðast í maí eða strax fyrstu daginn í júní. Og einnig hef ég séð hérna eins og á Gömlubrúnni, þá hef ég séð nýgengna fiska af brúnni í október þegar rjúpnaveiðitíminn er byrjað. Fékkstu smá gæsahúð þegar hann tók núna? Já, ég var spenntur. Ég vissi hann myndi taka þarna. Það var hvert kast sem var komið. Ég var komin alveg á réttast, alveg á staði. Þú ert búinn að veiða svo mikið, veiðir ekkert úr þér spenningin? Nei, maður losnar aldrei við það. Aldrei.
Hvað er þetta stór fiskur? Þessi er svona, já ég hugsa hans 7-8 pund, milli 7-8 pund. En þessi, ég hefði nú ekki getað greint þennan, þetta var svona meiri negling á flugunum. Svona eins og haustfiskur er oft. Það er kraftur í honum, það er mikill kraftur í honum, sterkur. Er það Frances túpan sem er bara alls ráðandi? Já, hérna í þessum neðstu stöðum, þá er það, svona á þennan nýgengna fisk, er hún það sem gefur best. Og þá, já, meira líklegast svo rauða, heldur en svo svörta sem það gefur. En þetta er seinni tíma nýjung, menn notuðu Frances ekkert svo mikið bara fyrir nokkrum ár? Nei, það hefur verið svona upp í kringu 1976 eða 7 sem að flugan kom fyrst, eða sást fyrst hér á landi. Það er englendingur sem heitir Peter Dean sem nýtti hana fyrstur. Og ég man eftir þegar ég var að byrja í þessu 1978, þá voru heitar umræður þessa flugu. Menn ruku frá matarborði reiðir og sárir ef hún var notuð. Vildu líka þessu við rækju. Svo þetta væri ekkert annað en rækjuveiði sem þykir nú eitur í beinum fluguveiðimanna allavega. Það var í þá daga, en nú eru menn hættir að missa úr máltíðir út af Frances-flugum. Veiðibækur land allt bera þess merki að Frances er mikið notuð og gefur vel. Tvíhendan, eða gamli vinnuhesturinn, virkar hvorki þung né klunnaleg í höndunum á Jóni. Þetta er gert að hætti leiðsögumannsins. Öryggið uppmálað og átakalaust. Sjónviktin hjá Jóni er rétt stillt. Þessi fiskur vó 7,5 pund og hann var löðrandi í lús. Friðsældin er alltaf því áþreifanleg. Yfir miðjan daginn er eins og hægi á öllu. Það ríkir jafnvægi og ró. En allt í einu grípur sig óöryggi og hræðsla. Refurinn virðir ekki hvíldartíma. Kríungarnir eru nýkomnir úr eggjum og þeir eru auðveld bráð. Háværar árásir duga ekki til að reka varginn á brott. Ungarnir hafa feluliti náttúrunnar eina sér til varnar, en næmt nef refsins þefar þá uppi einn af öðrum. Hann hættir ekki fyrr en hann hefur étið næju sína. Mettur sleikir hann út og nýtur lífsins. Kríurnar trufla hann ekki hætishót. En refurinn þekkir sín takmörk. Eini hættulegi óvinurinn er maðurinn. Náttúran er í senn, grimm og fögur. Besti veiðistaðurinn í Hafnarfjarðará er að öllum líkindum Kvörnin, sem upp á ensku heitir einfaldlega Falls. En allir veiðistaðir í ánni bera ensk heiti og er þar á ferðinni skírskotun til fortíðar, þegar enskir lordar og fyrirmenni dvöldu langdvölum við ána. Við eigum morgunvakt í Kvörninni, klukkan er 7 og þó svo að veiðimennirnir séu reyndir, slær hjartað örar. Við Kalli kynntust fyrst fyrir rúmum 20 árum síðan. Þá var maður nú enn ungur árum og við urðum fljótlega upp á því mjög góðir félagar.
fórum svo báðir sem leiðsögumenn í Laxá í Kjós. Ég held að Kalli hafi verið búinn að vera þarna 2 sumur áður en ég byrjaði. Ég byrjaði 78 og við störfum þarna saman í fjölda mörg ár, þangað til 1987 og þá fórum við saman hérna í Hafnarfjarðarana. Við höfum veitt líka saman mikið fyrir utan leiðsögustörfin og deilt saman sorgum og gleði í veiðinni. Já, ég hef nú fylgst með Jóni frá því að hann byrjaði að veiða og hann hefur þróað sína tækni vel í gegnum árin og orðið mjög fær veiðimaður í dag. Og hann sé með skrifnægaræður. Hér nota þeir félagar sitt hvora tæknina. Jón Ingvar beitir sökktoppi og smárri túpu en Kalli með flotlínu og notar portlandsbragðið eða gárunhnútinn. Meðan að Jón leggur línuna fyrirhafnarlítið, fléttar Kalli og skrifar í skýin. Báðir, öruggir og fimir kastarar. Jón fékk hörku neglingu á túbuna. Þetta vættfiskur og nú kemur tvíhendan sér vel. Það örugglega niður. Það komið það neðar með það. Þessi fiskur tók efst í korninni en hann tekur hiftarlega rokur alveg niður á brot. Hann að fara niður. Hann snýr alltaf við með. Það ekkert grín að missa fisk niður úr korninni og þannig hafa einmitt margir laxar sloppið. En Jón Ingvar hér á heimavelli. Kalli labbar af stað niður úr með háfinn. Hann veit að þessum verður ekki landað strax. Lykilatriðið að fiskur rýkur niður þessar flúðir. Það að hlaupa beint á eftir honum og reyna að hafa línuna lausa, lyfta stöngina hátt, halda stöngina hátt og reyna að hlaupa á eftir honum, fikra sér svo inn að bakkanum og landa honum fyrir neðan. Maður þarf að vera fótafimur til þess að geta stokkið milli steina og kletta og komist heill niður. Ég hef séð þarna leiðsögumann fljóta niður allar þessar flúðir, lappirnar upp í loft. Mjög gott við þessar aðstæður að vera með tvíhendu eins og gamla hestina Sjóns. Leikurinn hefur nú borist niður á næsta veiðistað sem heitir Dick's Pool í höfuðið á syni Thors Jensens, Richard Thors, sem kallaði var Dick. Hér straumurinn minni og ákjósanlegt að þreyta lax. Það skiptir í raun og veru engu máli hérna við Hafnarfjarðará hvort að maður veiðir fisk eða ekki. Nærveran við náttúruna og við þessa góðu og fallegu staði hérna, að hún dugar manni alveg 100%. Þetta ekki svo íkja stór lax, 11 pundar hrygna, en engu að síður kröftugur fiskur og eftirminnileg viðureign.
Kvörnin var hreinlega full af fiski og þessir tveir reynslu miklu leiðsögumenn gerðu mjög góða veiði. Þeir sönnuðu áþreifanlega að veiðimönnum eru engin takmörk sett þó að aðeins megi veiða á flugu.